Veikindi. Ef þú hefur unnið á sama vinnustað í 1 mánuð, hvort sem þú vinnur fullt starf eða hlutastarf, áttu rétt á launum í veikindum. Nánar tiltekið áttu rétt á 2 veikindadögum fyrir hvern unnin mánuð. Skoðum þetta nánar. Í upphafi er að ræða 2 daga fyrir hvern unnin mánuð og svo koll af kolli, þannig að eftir 6 mánuði í starfi eru þessi dagar orðnir 12. Eftir 1 ár í starfi hjá sama atvinnurekanda bætist síðan enn við veikindaréttinn og svo áfram eftir starfsaldri hjá fyrirtæki eða í atvinnugrein með mismunandi hætti eftir kjarasamningum. En hvernig virkar þetta í reynd? Tökum dæmi. Þú átt að vinna 2 daga í viku, 5. og föstudag, 6 klukkustundir í hver skipti. Þú veikist og veikindi þín standa yfir í 2 daga, dagana sem þú áttir að vinna. Þú átt rétt á að fá báða dagana greidda þrátt fyrir veikindi. Með öðrum orðum þá áttu ekki að tapa launum vegna veikindi. Ef þú veikist, þarft að tilkynna veikindi þín til yfirmannsins, til dæmis verk eða vaktstjóra. Ef hann biður læknisvottorð, þá verður þú að framvísa því en mundu að hann greiðir fyrir það. Ef þú slasast utan vinnu, til dæmis á fótboltaæfingu, áttu rétt á að nýta veikindadagana þína ef þú ert óvinnufær. Ef þú slasast hins vegar í vinnunni eða á leið til og frá vinnu, þá bætist við 3 mánuðir óháð því hve lengi þú hefur unnið. Ef veikindadagarnir klárast og veikindin eru enn til staðar, áttu mögulega rétt á greiðslum úr sjúkrasjóði þíns stéttarfélags. Ef þú veikist þarft ekki að hafa áhyggjur af því að redda einhverjum til að vinna fyrir þig. Það er verk yfirmanns þíns. Mundu, allir eiga rétt á veikindadögum, hvort sem er að ræða fullt starf eða hlutastarf. Veikindadagarnir eru eingöngu fyrir þá sem eru raunverulega veikir. Ef einhverjar spurningar vakna, hafðu samband við stéttarfélagið þitt eða okkarréttur@asi.is.